Mikið og hátt og snjallt. Einn, tveir, halló, ha, einn, tveir, fimm, átta, 16, 16,1, 10, 12, 14. Ég get sagt ykkur sögu líka. Nei, ég kann ekki. Halló, er streymið í gangi kannski? Já.
Wow, því líka endur í. Kæru vinir, vandamenn, fjölskyldumeðlimir og jafnvel óvinir sem eru að horfa á þetta. Því miður tæknileg vandamál sem að okkur tókst ekki að laga. Sem að þýðir að restina af streyminu verður bara því miður svona eins og það er. Þannig að ég vona að þið megi fyrirgefa okkur. Strákarnir í Arena komu hérna og reyndu að laga þetta en því miður var það bara því miður ekki nóg. Og við reyndum heldur líka að hringja nokkuð símtöl og það var bara því miður ekkert sem við gátum gert. Hringdi með forsetan líka. Já, Halla sagði bara já, ég veit ekki, ég sendi einhverja menn hérna og þeir komu og já, því miður bara afsakið þetta. Við erum 100% að laga þetta fyrir næstu útsendingu en í þetta sinn verður þetta að vera bara svona. Þannig að já, það er ennþá leikurinn að pásaður, þannig að það er ennþá smá þangur til það verður. Smá delay. En já, staðan er 10-2. Við sáum ekki teamfight mitt gerast. Ég veit ekki hvort fólk sá það. Við sáum það. Þetta lítur ekki vel út fyrir allt og heimska. 6K lít á 10 mínútum. Já, það er að já, bara að Arena eru strax svolítið búin að loka allt á heimska úti. Þeir eru svolítið mikið bara á sinni hlið á mappinu, reyna að finna bara eins mikið farm og þau geta. Þannig að það er, PA var komin í junglið á 70 mínútu sko. Já. Þetta var mjög röf. Ég er svolítið hissa á hann sem er svolítið farm. Þú veist, Grimstrókin. Grimstrókin er meira farm en PA. Og það er rosalegt. Það er afrek. Og eins og ég sagði við á hann, báðir supportarnir. Báða fimmirnar, svona svo kallar, eru neðst hérna á botninum á the charts. Þú veist. Já, ekki mikið sem er í gangi sem að þeir geta gert. Þú veist, það er enginn sem að forsa neina hluti nema Pöts og Tiny. Þannig að þeir verða pínlítið að spila í kringu þá og já, þeir þurfa svolítið að bíða eftir að karjarnir gera einhver place. Þetta er ekki supported sem geta nýsita eitthvað. Svona mikið að supporta eins og 500 að gera. Já. Og hvað geta gert þetta moment? Svona, veit ekki, stutt í Tiny Blink þannig séð. Ég held að það vanti bara farm. Veist, það er lítið að hægt að gera held ég. Veist, að Arena er komið með allan að sín litlu items og alltaf heimskir eru ekki komið neitt. Sko. Veist, P ætlar í Battle Fury. Byrjuð að byggja núna. Veist það á 10. mínútu. Já. Það er mjög röf. Þannig að annarkort fara þeir bara að spila 4 saman, þú veist, Pöts og kannski báðu supportanir og reyna að gera eitthvað. Já. Það er hægt. Já. Nota smóka. Já. Og varta vel. Svolítið aggressíft í staðinn fyrir svona defensive. Já. Já, ég veit ekki, en síðan var Rannalú, hann er level 10. Það er styrla. Og náttúrulega Öspirit, hann er mikið að nota spelunum sína. Það er stutt cooldown að þeim. Nákvæmlega. Þannig að það er rosalega erfitt að spila á móti háum levelum Öspirit. Já, hann bara nákvæmlega heldur áfram að keyra og svona búinn að taka tiltölu við leikinn. Sko, Pöts líka er með rosalega lágt farm. Þú veist, eina hetjan sem er að farm eitthvað með Tiny. Já. Sem er svo sem alltaf lagi kannski geta gert eitthvað með blink timing. En þetta er rosalega, lítur rosalega illa út, sko. Sérstaklega með line-upi sem að allt of heimskir eru með. Þú veist, það er bara, þeir eru pínu að stóla í að svona jafnvel vinna leini, jafnvel jafna leinin og svona, þú veist, passa sig að vera ekki keyrðir yfir, en því miður sjáum við að það sé vera að keyra yfir þá sem
er eitthvað sem ég vilja ekki, sko. Bergur hann það ulti, hann ressar Blade Mail. Gott item. Hann lifir þarna resturinn. Oj, hann deyr næst í. Tiny deyr. Já, sem er hægt farm að hitja á mappinu, sem er ekki gott. Við erum búin að taka alla tunnuna núna. Síðasti tier 1. Já, nú er pressan og pældi í Össfyrir er ekki sinni með negin items, hann er bara með örn og hann bara level til að byrja að gera hluti og hann er að gera það svo sannlega. Já, það er einmitt það, hann þarf í rauninni ekkert items. Úff, PA maður, jöfnvel lítur í dýl út maður. Hann er með sko einstaklega lágt farm, ég veit ekki, fór þetta leið svona illa hérna en topp? Já, þeir náðu ekki að díla við hann dag. Hann bara náði að sóna það út. Síðan tóku turnin snemma og síðan var Rittling bara liðin að... Hann notar spells. Hann notar spells. Já, ég meina, ég held að þeir geta jafnvel klárað þetta snemma. Þú veist, þeir eru með Skeletons og svo eru þeir með Nature's Prophet og Já, þú veist, Tombstone og þeir eru mjög sterkir. það geta alveg verið hægrandi. Össfyrir að missa rúlinu en kippa og læsið þeim. Ég er svo við það nattist það setja líka. Fallegt. Fjórir hitjur eru yfir alltaf heimsku. Þetta er stopp. Þetta er eitt mesta stopp sem ég hef séð, sko. Og næsta, en þá er aggro, næf, og nærnum ekki. Gott, power aggro, já, Matthew Soli. Matthew Soli, virk gert hjá honum. Ó, gott. Ég er ekki líka. Double kill. Já, hvað getur maður sagt núna? Það er Já, bara hægrand og... getur að heyra í beikilu, sko. Ég er enda svo langt eftir á. Minna, ef að þeir halda áfram að pressa svona, þá er þessi leikur bara stutt frá að vera búinn. En ef þeir hægt að pressa og byrja kannski fara og reyna að, farma eitthvað, þá náttúrulega er þeir að gefa PA svo mikið farm. Já. Þannig að... Þetta er allan dölur að pusta inn lanes að reyna. Já. Það er engin ná... Það er, ekkert lane sem er aukt. Aha. Komið Spirit Vessel. Það er með 2000. Já. Stilla. Damage issue hjá allt á heimskum eins og ég kannski nefndi. Össfyrir rúlar. Nær. Doomsday. Eitthvað tilbaka. Það er bara nóg til í fán. Flottu veggurinn er Flott tilbaka út í, en er það nóg? Nóri mættur. Já, þetta er ekki damage. Það fannar, tæpur. Það er heyrðu. ekki nánum. En, finnst það allveg stæðin. Já, ég veit. Fyrir utan Pia, hún lifir. Hefur snart ekkert space til að farma, sko. Nei, Það getur allir tekið einsins líka. Tombstone vandamáli líka, það er svo erfitt fyrir það. Einu sem ekki gert að einhverju viti er kannski Pia, þú veist, með linksnækinu þá fær hún einhver svona auka takkspýtana í smásund. Það er svona einu sem ég myndi eftir í hug. Sko, ég hef pælt þegar liður með PA og Já. hún er svona rosalega behind. Já. Að sleppa bara að fara í Battle Fury og reyna að fara í einhver svona burst-build. Já, Og þannig komast inn í leikinn í staðan fyrir að farma næstu 20 mínúturnar. já, nákvæmlega. Ég held að hann hafi bara fælt það niður. Matthew Sólsson þauður, þetta er á að drepa hann, Ok, en þeir tóku, þú veist, Tristin. já, eitt kill er betur en ekkert kill, sko. Já, því mig samt er Mati ekki farmaður, þannig að þú veist, þú sérð hvað hann er lágur, þannig að við fengjum bara með. Ef þetta væri Grimstroke, þá værum við að tala saman. Juicy, sko. Gott hjá þeim. Gott hjá þeim að ná þetta á einhverju, en nú sjáum við hvort að pressan heldur áfram. Ég held að ég vilja að taka mitt árinn. Já, ég held að það sé Objective Gaming.
Objection Gaming. Já, reyna. Ups. Finna orði. Ó, Það tók sentri valdinn. Stofnir. Bara secure tárinn, ekki? þeir eru að reyna bara, ég held að ég sé að reyna að enda rætt, sko, þú veist, Dire's middle tower is under hæp attack. á Matti bráðum. Já. Þeir eru með Vexel, Blade Mails. Ég veit ekki alveg hvað Bergsur er að fara í. Ok, hann er þetta reytir, þannig að hann er svona semi-carry líka. Já, Í svona bara leikastíðinu. fara í tankibill, held ég. Kom með bleikinu og er á. Sérna fara í Dire's reytið. bottom Nákvæmlega. tower is Ég under veist attack. Þetta heldur áfram. Skellies. Rosalega mikið damage þrátt fyrir shieldin nálit sem er ótrúlegt, sko. Þú getur bara takt með svo mikið aggro. Dire's middle tower Eins og has þú sagðir. fallen. Hrannar ætla núna í, já, Sivas. Classic. Dire's bottom tower Já, is under Sivas attack. fyrir í. Ok. Þú veist, að fá það á 17. eða 18. mínútu meðan farmið hans er actually mjög impressive. Já, einmitt. Þú veist, hann kann alveg að farma en vandamáli er að, þú veist, það er lítið space at the moment á mappinu yfir höfuð. Já. Ég held að ég verða bara að spila upp hægráttið bara með þessum reposition spell sem eru með bæði Tiny og Fudge. Ég getur mögulega farið bara á þeirra helming til að farma. Já, jafnvel bara kannski byrja að cutta waves en þú veist, Já, aftur á móti þá getur Prophet tipja og það er svolítið hættulegt. já. Og Earthspirit líka nýttilega alltaf. Og Earthspirit, en það kannski svona, þú veist að Earthspirit, ef þú sér Earthspirit á mappinu þá þarf ekki að pæla mikið í þessu. Dire's top Já, tower þetta is cut under waves. attack. En svo lengi sem að Earthspirit er ekki sýnilegur þá er pínu erfitt að cutta waves. Út af því að hann getur drepið. Ég held að Prophet getur ekki drepið Pia, þú veist, ég held að hún tipja brúnt, skilur við. Já. Hann er ekki með nógu mikið evasion. Góði wardar þarna, fyrir tempur. Já, þessi er líka góð ward. Ég held að Frikki sé svona fína að læra sjálfur. Og með að við erum að svona kasta þessu. Að búnta niður hjá þér. Dire's bottom tower is under attack. Bot, þetta 18 mínútur, 18k yfir. Þetta er 1000k, eða 1000k. Já, ok, þetta er 1k mínútur. Já. 1000k, 100.000, já, flott, þetta er sko, Dire's Nei, það er bottom milljón. tower has Já. fallen. 1000k. Svona hell. Oi, og hann fær regeneration. Og hann er að fara í MKB, þeir eru að bara fara að pressa þetta early. Já. P.A. eftir að gera lítið. Núna getur Prophetinn drifið hana, lega það er MKB. Já, nú er háar líkur, hann getur bara einmitt börsta hana. Rosalegt svona damage build á Mjölnum sem strax í MKB. Já. Þeir, já, ég held að þeirra objektiv er pínu bara að keyra yfir hennar leik. Þeir fatta timing sín, þeir skilja alveg mappið, þú veist, þeir eru búin að loka alveg á mappið eins og sérð, það er ekki hægt að komast út. Nema P.A. er að sníka aðeins út í junglið. En þetta er klárlega leikur sem að þeir þurfa bara að kaupa tíma þannig til að Já. P.A. er komið eitthvað svona með eitthvað farm. Ég veit, og reyna að deyja sem minnst líka. Þegar sem minnst nákvæmlega. Minka pressuna. Ég fíla ekki það sem P.A. er að gera, hún á ekki að fara þarna, hún á að fara upp í junglið. Þeir skjáðu samt hann á bottom með sem vald hann að löpu í kengum. Já, þeir eru með vision, en bara hættulegt að vera svona nálægt Earthspirit. Já, reyndar. Þú ætlaðir að taka Shardin inn með góðan ward, þau getur kannski sníkað, en Yngvi er nörður og þennan micro-ward. Það er einhvern stón líka. Við erum húku! Nei, þeir eru með creep-wave þarna. Þeir eru satt low og með vissin aðar, sko. Já, Það er góð hugmynd en kannski ekki með positioni í það. já. P.A. á bara að vera að farma, please. Farðu einhvern veginn að farma, þú ert ekki að tipja hana. Tipja! Hvað er næsta item á P.A.?
BKB bara. Sko, já, náttúrulega hann verður að lifa af. Já. Og hann náttúrulega því lengur sem hann lifir, því meira damage gerir hann. Þannig að já, ég myndi halda að BKB væri svona besta optionið hans. Síðan myndi að þá fara eitthvað damage-leitin eins og þú veist, Orchid, Deso, Basser. En ég held að hann þarf BKB, sérstaklega á móti Blade Mailum og Magic Damage sem að hannar með og hérna Grimstroke og allt sko. Hann með að fara í BKB sko. Já, það því sko. Hann veit. Já. Það eitt voiceline sem ég saknar rosalega mikið og það þetta. Þegar að drepa hannar, býttu nú við, en veggurinn, hann heldur, já, ok. Ég kann tilbaka, geðveikt, rýnskóttu, ulti, gott slóarnar, hrannar, er hann að sækja meira? Nei. Já, mannst eftir þessu voiceline. Það var alltaf spamma í pubs. Já, ég elska. Býttu, hann var húkaður, Frikki, fara tilbaka. Finna á húka Mattías Óli, Vestói. Og Pia nær killinu. Hún er komin á blaðið ekki. Já, hann spónar það. Þetta er rosalegt sko. Tappar ekki miklu. Nei. Nú fara þær í Roshan, 23k yfir á 22. mínútu. High five. Þessi Rosa deyr hratt. Já, samt. Hún er að fá eitthvað en þessi leikur lukkar voðalega illa fyrir það sko. Gónga. Mér langar aftur í þetta voiceline. Þú til þitt eigið þú. Bara að það væri svona einfalt. Jú, það var geggjað. Svo saknaði ég líka þarna kóreanska voiceline. Shimon Chanumane! Shimon Chanumane! Það var líka geðveikt voiceline sko. Já. Þú er svona voiceline nörd. Já. Bara, já, allt svo tilta sko. Þetta er fun game. Bú virkar rosalega vel á rússana sko. Já. Ef að ég veit að ég er að spila á móti rússum og 24k, já, þetta er rosalegt. Ef að ég veit að ég er að spila á móti rússum, þá þá ger ég alltaf bú. Og ég hef oft fengið bara eitthvað svona bú spurningamerki og menn að fleima mig eitthvað á rússnesku og... Það er gott. Þá ert þú búinn að vinna leikinn. Já, þetta er mind games. Þetta er mind games sko. Hluti BKB, Tiny. Döður. Tiny döður, hann er mest í hann hittir maður. Búm. Þann, skeitur hann tippjað. Oh my god. Vel gert hjá Aroni, hann beigði mitt eftir þessu rúli. Smá, já, mistök hjá Hrannari. Klassík. Hver hefur ekki gert þetta á Spirit, ég hef gert það margoft. Bara að nota rúli til þess að komast í hann og svo fattaði ég bara, já, djók. Það get ég bjótt. Engin vesselservice á Hrannar samt. Það er greinilega bara búinn að vera að gefa á. Veggurinn. Tiny. Ég er lucky sko. Hann er bara einu grípi. Þeir ná! Já, ok, þú fikk nálega. BKB á Pia. Já, Pia. Hún er að lemja. Þannig að lifir. Það er þetta ekkert döður. Hann meitist. Ó, þú veist. Ég held að það sé döið. Hanna. Með vestel. Engin bye. Ég held ekki að leiðilegur þessi leikur er búinn. Já. 25 mínútur. Já, það, 25 mínútur. Ég veit ekki að tala strax. Það er kannski 1-2 tíðar. En öll BKB sem cooldown. Gott húk. Þið náðu besta targetinu en hann meikist og ég held að dó ekki eins og ný. Já, hann dó ekki eins og ný. Já. Misti eitthvað. Já, ok, hann mista hann, ok. Next try sko, en Já, það er góður húk. bara því miður, 30k yfir og þú veist, það er pínu. Já. Vá, hann lifir við gert, maður, gott hæpa þegar maður.
Veistu hvað við sáum því að bólsu? Nei, Hamingsamt. Já, eða svona skemmtilegur. það er Fun. ekki. Þannig að hann bókstaflega heitir Matti Fun. Dyer's middle Já, ég held að Hrannar veit ekki að hann getur dodgað glimsti með rúlinu. Þetta er gott húk, en býtu, þetta er annar Eikis. Hann er með innbyggtan Eikis. Já, ég veit. Hrannar, Heyrðu. hann er ekki að, býtu, næsta sundi ég. tower is under attack. Næsla. Já, tippa, þetta er smá mental-dæmi þarna. Já, býtu, annar húk, ok, Matti við sáum döður. Hann er ekki að skemmta sér mikið núna. Þeir eru að þróa. Nei, ekki sem. Það er bara, það er mjög erfitt að þróa sig. Ok, Hrannar. Nei, hann náði ekki að steina, steini minn. Í en... Býtu, ekki leiða hann að rúlla, ekki leiða hann að rúlla. Já, lappið bara, já, hann deyr maður. Hrannarito. Það rúlar í burtu. Ekki að grínast í mér, guys. Oh my god, og hann drepur punchinn, sko. What the hell, býtu, hver... Ok, nú er hann döður. Þannig að þetta bjóðum sig, hann náði triple killi samt. Hver er þessu öspirit? Er ég að fara að mista starfið mitt eftir smá stund? Það var talan að fatta þig. Já, ég finna, ef að Yngvi hrósar þér á öspirit, þá veistu að þú varst að gera eitthvað rétt, sko. Yngvi, arguably bara besti öspirit landsins. Það er svolítið svoleiðis. Já. Það var mínum mati. Ég held að þetta sé Allan að þessi verður spil. mat, sko. Já, hann fær að skína svolítið þessum leik. Já. Steinninn fær að skína. Sjálf þetta á steina minn. Þið verða að para ykkur svo saman. Drengirnir. Já, við erum skráðir. Já. Ég man ekki hvenær. Þið erum það með ykkur gott kast. Kemur aðeins. Þegar finnur G.A. Hrannari. Más. Nei, þetta náttúrulega má ekki. Aron Clarity Addict að gleyma hans ekki pub, sko. Hann hann bara, ég ángríns held að hann glimti sér, þú veist, hann held að þetta væri eitthvað pub pause út af því að þetta var svo mikið þannig, lúkaði þannig allavega. Og hann bara, þú veist, instantly eitthvað resumar en svo fattar hann í shit, þetta er hann þá fyrst sér leikur og ákveður að, já, svo postaði rættur, úps. Já. Já, ég myndi óska þess að ég gæti tala eitthvað meira um hann leik en bara, ég held því miður að það er, já, það er 1% líkur að heimskir vinna og það er bara þegar allir disconnecta og það verður ekkert bósað, sko. Ég veit. Já, sástu það? 1% líkur! Já, gríns. Ég veit, ég sé patterns, ég sé hluti. Ég sé hluti sem aðrir Góður í sjá þessu ekki. leik. Það er alveg bara... Nei, ég vil ekki segja það, en Það er gott innsýn. gott innsýn, já. Það er bara eina. Ég er bara heppinn í þessum leik. Ég er með ég er með smá hugmynd. Já. Og það við erum að kalla rafíþróttafélag Arena. Komum við kölluðu bara Rífi. Eða Rífa, segi ég. Ría. Rafíþróttafélag Arena. Já. Ría. 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 Mér finnst Rífa verður gott. Rífa. Af hverju Rífa? Félag? Já, félag. Já. Já, Rífa. Ok. Það er mjög íslenskt. Rífa. Rífa sig í gang. Þeir verða að rífa sig í gang. Já. Já, Rífa er að smyrja. Heimsku. Þegar frá fyrst bort. Matti við sá er Það er fastur í base. vekkurinn. Toppa. Úti. Úti á grimm. Matti er náttúrulega með bara pæp, sko. Og hann er með, já, ok. Hann stendur bara þarna í towerum. Þessi parturinn að drepa bræsið. Stuðning og hann lappar út. Sko, hérna, þú gekir út, held ég, fyrir svona moment. Út af svona moment eru bara, þetta er svona mental damage.
á X. Já. GG. Þetta GG. Þetta GG. Munaði litlu. Það er Rífa reifst í gang og tekur fyrsta leikinn. Við ætlum að afsaka aftur þetta pós sem var áðan. Þetta er mótstjórn að kenna. Ég meina, já, þetta er bókslega mótstjórn að kenna. Já, það ekki. Þeir eru að kasta þessu. Bara leið og fóru úr hérna, hvað kallast? Að vera menni, að stjórna svona leið og að fara að keppa, skilju. Þá fer allt í fokk. Já. Þetta er eiginlega bara þeim að gefa. Þetta er svolítið cursed. Já. Við erum alltaf að djóka. Svona er þetta. Smart. Maður getur ekki spáð fyrir þessu í casting. Það er bara svolítið svoleiðis. Stundum virkar hlutir, stundum ekki. Ég held að ég testu náttúrulega eitthvað hérna áður en við komum. Jú, þeir mættu klokkan 1 held ég. Og það var bara engin vandamál en svo þegar streamið fyrir í gang þá er þetta allt annað sko. Þannig að svona er þetta. En ef maður ræðist leikinn? Já, þú má byrja. Ok, við tölum draft sigurinn hjá Rífa, Rafíþróttafélagi Arena. Sammála? Já. Ég held sko, já, Pötsinn gerði ekki mikið mitt. Svona hit and miss, hetja. Svolítið sérstaklega Já. að það er ná mitt. Topp var Vinn og svo náttúrulega ertu með þessar tvær fimmur, Disruptor og Lit. Þú veist, það er enginn sem gera hluti, Tiny vill ekki gera neitt fyrir hann fær BKB. Pöts, hann getur fara að rotata þegar það er nótt, kannski með einhver smoke plays. Hefði hann kannski geta gert það aðeins betur og fyrr? Já, en svona er þetta. Hann er líka að spila á móti Earthspirit sem er bara snöggur að TPA og er snöggur inn í fætana. Já. Þannig að það er eitthvað sem að þú veist. Ég held að þetta var aðalega draftið. Já. Og líka eins og topp, þú veist, þeir tóku hana daginn og þeir voru eiginlega ekki með hittunar í að til að byrja stuðan. Þau bara voru, þú veist, þeir fóru bara rúlinnu í 70 mínútu. Já. Þetta var aðalega draftið, finnst mér. Já. Og þú veist, bara eftir laning feysið þá var svolítið bara downhill frá mér. Já. Náðu ekkert að taka neina teamfæta og voru alltaf bara að pikka þér Nákvæmlega. einn og einn. Eins og ég segi, við vantaði damage vandamál á móti svona tanki hetjum. En svo hugsa maður, þú veist, ok, þú ert að first picka Pudge. Gat þetta verið Timbers og last pick, skilurðu? Já. Í stæðan fyrir Tiny last pick. Út af þeir voru held í með last picki, sko. Já, það voru ná. Þannig að, þú veist, maður hugsa sér svona, ok, þú veist, ég hélt að væri meira á bakvið þetta Pudge pick heldur en bara eitthvað svona, mér langar að spila Pudge. Og þetta verður að pínu breytast hjá heimskum ef þið vilja halda áfram að hafa, þú veist, gaman í þessu móti. Já. Út af því að ef þú pikkar svona og verður counterpikkaður og átdraftaður, það er ekki gaman að spila leik eins og þetta. Ég veit. Og það er sérstaklega ekki gaman að spila leik þegar þú ert alltaf heimskir. Það er súper gaman að spila svona leik. Ég myndi óska þess að vera Earthspirit þannig hrannar bara hoppandi og kikkandi fólk tilbaka og þú veist, allir að keyra og stemning. En klárlega þetta er eitthvað sem að heimskir verða að breyta. No Flame, þú veist, þetta er náttúrulega bara mitt innsæi. Ég er að reyna hérna bara, þú veist, ef þið eru síðan að horfa á þetta aftur tilbaka Adam. Ég þekki Adam persónulega og líka Aron, Clarity Addict, persónulega líka, þannig að þeir eru félagar mínir. Þannig að já, moving forward vill ég sjá meiri hugsun á bakvið pikkin, ekki bara pikka heiti sem ég er góður á út af því mér langar að spila hana og svo gerist ekkert. Já. Það verður að vera eitthvað svona consistently eitthvað með putsinum. Til dæmis, þú veist, Bloodseeker. Það er eitthvað kombo, þú veist, Bloodseeker últar og putsúk eða þú veist, allavega eitthvað kombo, eitthvað synergy, kannski meira lockdowns til þess að tryggja að þegar puts kemur rotita þá er stun, hook, easy pick-off. Ég veit. Kannski rífa upp lósunar
þegar Hrannar var að coacha. klárlega. Þá voru við með, já, mjög góð drafts, Já. man ég. Og svona meiri svona synergy og svona meira plan. Já, líka kannski svolítið erfitt að þessi leikur var eiginlega svolítið rúst, þannig að það er kannski svolítið erfitt að sjá hvort að já, erfitt að segja til hvort, þú veist, þetta var þeirra playstíl eða hvort þau voru svolítið svona forstaðir bara inn í þetta. Já. Já. En við fáum kannski að sjá það betur í leik 2. Ég vona það. Já, varstu með einhvern MVP? Já, Hrannar, klálega, þú veist, hann vann svo mikið mittið og svo fór hann bara að keyra og stóð sér vel á Örspirit, Já, var svolítið út um allt. var svolítið um allt, einmitt, var að tryggja þetta í rauninni innan early games sigur fyrir þá. Pressa vel og einmitt, já, Strong second. ganga bara, einmitt. Strong second væri hjá mér kannski Snorri. Fárlega mikið farm á 5-unni sem hann fékk. Rótita á réttum tíma, var hann út að spels rétt. Matti líka geggjaður, þú veist, tryggði bara topplinni. Kannski bara liðið sjálft sem Já. við spilum mjög vel saman. Já, þetta var mjög veisla hjá þeim. Já. En við ætlum að fara í smá auglýsingar áður en við keyrum í leik 2. Þannig að sjáum við eftir smá. Radiant team ban. Dire team ban. Dire team ban. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt Booth Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Vermont getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. 12 looking composed. And well, if that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Karma may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt booth challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. You touched the grass. Uy. Dios mío de mi vida. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before. Verið velkomin aftur. Það sem Rífa á móti allt á hinskum eru að slást saman í þessum Best of 2.
Ert þú tilprúf þegar þú ert í bílum að gera? Já, ég skil ekki alveg þessa auðlýsingu, sko, mér finnst tilt eitthvað annað. Já, Tilt er náttúrulega svona, þú veist, það sem bara er pyrraður ég veit. og bara næri ekki að fókusa. Ég held þau svolítið að miskilja hvað tilt er. Sko. Já, ég held að það sé meira svona missa róina, eða composure, kannski, Já. composure proof, Ég myndi ég segja að en þeir vilja nota eitthvað svona gamer slang, veit, Þá- höfða til gamers. já, eitthvað tilt, en já, ég væri hissa ef einhver myndi tilta bara í bílnum. Byrja að fleima gæjan, þú veist, missa vitið, það var ég fyndið. En aftur á móti þetta er bara geggju auðlýsing út af til Kia og þeirra sponsora okkur og við elskum Kia. Já, þetta er alltaf skemmtilegt. Sko. Ég uppáhaldsbíllinn minn er Kia. Saman hér. Þannig að, já, en við erum komin í draftir. Fyrstu 2 pickinn. Mjög svipið bönn. Já, nákvæmlega. Fantastisk. Já, ég ætla að ég myndi segja þetta er Snorri Tusk. Það verður sýning. Vá. Það verður sýning. Grimstur og Glitz aftur á móti, kallið minn. Ó, ok. Já. Grimstur og Glitz, Þeir Magnús. fá kombóið. Já, þeir að tryggja allavega að ef það verður teamfight þá er það vinn fyrir alltaf heimskum. Já. Og mögulega erum við að fá Venno Jungle. Fyrsti official held ég leikurinn sem að við erum mögulega, ég ætla ekki að syngja neitt, en mögulega að fá Venno Jungle. Út af því að hann, Snorri spilar 5, hann er að fara með bróður sinni upp. En þetta getur verið fjarki sem fer bara að jungla og Marsin getur alveg Hardlina. verið solo, sko. Náttúrulega Venomens eru ekki góður jungle. Já, Level 1. Já. Með sem vards. við við skrimmuðum á móti mitt Rífu, Rafinn við Arína daginn og þá tókum við Venno Jungle. Já. Hvernig gekk það? Jú, vinnuleikin, en það gekk vel. Það ekki. Það er svona eina kannski er að creepin spawn ekki finnum á fyrstu mínútu. Já. Þannig að hvað gerir maður á milli? Ég veit ekki, ég spilaði ekki, sko. Það var Róbert sem spilaði þetta, sko. Ég myndi ekki nenni þessu, sko. Nei, ég gerði þetta í gamla daga þegar hérna þú gast svona cliff farma. Já, Það var bara, varst á svona cliff í 10 mínútur, nákvæmlega, setti wards út allt og síðan bara farmaði, þá voru við 3-4 kampar hérna í kring. nákvæmlega, Þannig að það var bara AFK farming. Já. Það var hægt með Invoker líka, manni. já. Ég prófaði það. Það var mjög skemmtilegt. Já, ég var mikill jungler og roamer Já. á mínum tíma líka þegar jungle var svona í meta. En þetta er kannski svona fyrsta hitjan sem þú getur actually farið og junglað og komið tilbaka með fáránlegt farm. Já. Róbert var með fáránlegt farm á þessum tíma, sko, Já. sem að við spilum og þetta er í rauninni fyrsti leikur sem við prófum þetta og það var einmitt bara í skrimmi við það og bara svona upp á ganni og það bara reyndist virkilega vel og kannski eru þeir að einmitt svona ætla að prófa þetta núna sjálfur, kannski eru þeir búin að prófa þetta í einhverju skrimmi áður og líka fíluðu þetta. Já. Ég held ekki að segja að þetta voru eitthvað svona inspired á mót okkur en þetta var meta, svo tókum við þetta og núna er þeir að taka þetta, mér líst bara mjög vel á það. Já, einmitt. Þetta er svona hitja líka sem er með nógu mikið damage í level 1. Já. Já, við sjáum, kannski er þetta ekki jungle Venomans og við erum bara Nei, einmitt, en sjáum til. mér finnst það mjög líklegt. Já, Mér finnst það mjög líklegt. Bannaður spiritinn. já, En þeir hleypa Lu Ember nema þeir ætla að banna núna nema þeir bara halda þessi Ember sé useless og ætla að spila mótunum. já. Það væri ákveðið statement. Lína er líka bóðið. 10 Yeah. seconds remaining. Það er svona mikið að vera að pikka línu í pubs, allan að high ranking pubs. Já, ég er sammála. Hún bara er með svo mikið burst potential og getur farmað og er bara fáránlega Já. En mér er líklegt að banna Ember nema þeir vilja spila mótunum. Skilur við, þú hleypur ekki Ember í gegn nema og viljir Já. spila mótur hann Ember. Þá er greinilega þá eitthvað svar sem að þeir eru með fyrir hann. Eða allavega eru búin að æfa sig eitthvað svona. Radiant team Þeir pick. banna línunni síðan, já. Ok, kannski ætla ég sjálfur að pikka Ember. Það virkar vel með Magnús. Já. Ember empowered, Já. mjög gott. Líka Magnus lifestealer, það er gott synergy, við séð. Já, Það gerir kleift að lifesteala og fá enn meiri farm. Já. Og kemst þá almennilega inn í 10 mid-game. seconds remaining. nákvæmlega. Þannig að þú getur farmað svona hraðar. 5 seconds remaining. Við
hvort að Magnúsar vilja maksa þetta. Man ekki. Ég veit ekki alveg hvernig Dire team meta er á Magnús þrist. Ok, run it back. Í þetta skipti er þetta ekki first pick. Í þetta skipti er þetta last pick hjá þeim. Já. Mér finnst aðeins betur á þennan punch-leik heldur en hinn. En aftur þá getur Hrannar valið sér hvað hann vill. 10 Skilur hann seconds hvernig hann Veit vill svara. að þessi pets mitt Ég held Timber að veri bítjuna mitt. remaining. Hann gjörsamlega rústa punch. 3 streng heitir líka á mótunum. Já, Eða er Magnús núna hann er universal. hann í Universe? Já. En samt, það er samt mikið. Hann er samt ekki. Nákvæmlega. Þannig að já, það er svona eitthvað pikk hérna. Mögulega kopp líka Já, við pure damage. nákvæmlega. Ég hugsa að Leshrac væri líka allt í lagi. Já. Hann er alltaf með Mars að rýna. Já. Hrannar hefur alveg stórt týrubúl. Já. Nákvæmlega. Það er kannski svolítið erfitt að einhvern veginn að stýra honum í ákveðna átt með hittur. Wait, spil. Now select En aftur sko, pínu anti-synergy milli Nature's Prophet og Mars. Ef að Mars últar og hann er ekki inn í últinu, þá held ég hann sér ekki Prophet. Er það ekki? Er það ekki þannig? Jú, ég held að það virkar á Nei, ég manna það ekki. Veistu hvað, ég manna það ekki. Hvort það virkar á bæði liðin, þetta Vision dæmi. Mér minni það. Nei, ég endilega að fá þetta staðfest ef það er hægt hjá Twitch chatinu eða hjá okkar elskulega frikka sem situr þarna og er að standa standa sig eins og hitja. nákvæmlega. En Svona sko, hendur í djúpulögina. já, ég raunni og einmitt þegar allt fer úr skeiðs í dag allavega með þetta. Hvernig finnst þið draftið? Ég fíla meira draftið þeirra Arena draftið finnst mér aðeins betra. En aftur þetta mitt svona, þú veist, ef þetta verður, þetta er svipu hetja, Void Spirit. Ef þetta verður aftur eins og síðast, þá lítur þetta illa út. Já. En ef að hann nær núna pötsina að róta þetta meira og kannski vinna leinin sitt aðeins meira, þá held ég þetta lítur vel út. Já. En Ég sé þetta skinn maður. Grimstrók 11 í röð, kallið minn. Já, 11 wins í röð á Grimstrók og þú gefur hann frá þér. Algjör nörd. Mati Vesói er 30 vennó. Oh my... Við erum með 2 30 í þessu leik. Hæ, Það er enda crazy. prepare það er for svolítið... Ég veit ekki sko, þú þarft að vera eitthvað next level veikur til þess að spila vennuna sem svona mikið sko. Það er eitthvað ekki í lagi. Ég spammaði Venno líka áður en Dota 2 kom út sko. Úff. Ég er Venno. Ég spila hann alveg líka en ég veit ekki, ef þú ert 30 vennó, það er eitthvað ekki í lagi sko. Gildir það ekki með allar hitjur eða? Jú. Herðu, ég fíla að draftið er að heimska eins meira. Ég glemdi Grimstrók Lind. Ég glemdi því og Magnús. Já, ég ætla að fá að breyta. Ég fíla að draftið er að heimska eins betur. Ég held að 30 samt seconds draftið er to að battle. Arena sé samt alveg mjög gott. Ég held að það sé erfiðara að framkvæma teamfights hjá allan heimskum frekar en Arena. Þeir eru með frekar straightforward spila hjá Rifa. Já, Með hana Magnús og Pats og Grimstrók. Þetta er svolítið svona skill-based spilar, finnst mér. ok, hann Battle er ekki að fara að jungla. Boring. Ég meina, kannski er hann með eitthvað meira innsæði heldur en við. En ok, hann ætlar að Grimstrók að taka 5-una og Tuskin ætlar núna að fara upp. Eða spila svona fjarkan, eða I don't know. Nei, Tuskin er uppi, I don't know. Veit ekki alveg hvernig það virkar til lengur. Sýnist Matti verið að blokka hann á bottom. Ok, þetta er Pudge Tristur sjáðu til. Hey. Já, ok, núna meikar þetta allt senn. Ok.
Já, nú fíla ég þeirra, draftið þeirra heimska miklu meira, sko. Ó, nei. Ó, nei. Ó, nei. Þið skiptum skoðan aftur. Ég veit þú veist. Nei, ég ætla að halda mér við þetta, en Já. ég veit þetta leiðilegt, sko. Já. Já, ég er pets á móti task. Það er ekki skemmtilegt. Nei. Mér er svo lágt movement speed á pets. Já. Við kannski leiðum að fara level. Já. Það er skara. Nei, mitt, það var meira tanki í þeim. Mega bara ekki tapa... mega ekki tapa... leinunum mikið, sko. Já. En nó. Já. Og aftur. Læsa, double læsing. Þetta er eitthvað maður. Þetta bara minnir mig á Liquid í TI núna 13, eða ekki? Eða hvað? Var ekki TI 13? Hann er líka nýbúinn að TP á lane. Gæs! Welcome to. Come on maður. Já, þið Verða að passa ykkur sko. þurfa að logga inn. Það er ekkert annað í búið núna. Nákvæmlega. Ekki endurtaka leik 1, sko. Sko. Þeir verða á. Fresh Prince. Allt og langt. Já, Matti kom hann að baka. Allt og langt á móti Venno. En þessi shield maður. Þetta er svo rugglað. En hann er samt að fara að deyja held ég. Já, Hann það er ekki. svo nær að hlaupa niður. Eitt í viðbót. Nær hann djúka. Uno más. Mati. Það sleppur. Vá. Já, hann er að típi út. Vel gert, ok, hann leiði þetta aðfalla hana. Smooth. Fylgur gamer. OK space. OK space. Ok, Aron verður að fá level 2. Takk fyrir. Þeir eru Heilt svolítið líka að, betur. já, þeir eru svolítið að halda róum hann á topp og fá bara levels núna. Ég held að Já, Aðeins þetta aftar berjast bara, já. Þeir geta reynda að fara í báður á Tassuku. taka blómið Hann húkar hann, en þeir geta törna á hann. Hann er með líka og hittir ekki búið. lækna. Og það lækna líka hinum. Petsinn, já, Petsinn dó undan samt. Þetta er svo vond fyrir hann, sko. Dire's top tower is under attack. Þetta er svo vond fyrir Böttin. Já, það er mjög erfitt fyrir hann að komast inn í leikin aftur ef hann svona one behind. Það er ekki, þetta er ekki góð hitja til að vera með eitthvað comeback. En hann er samt með hook potential. Já. Það er mjög sterk. Já, hann getur líka one-shota creeps með húkkinum, þannig að þú veist, hann getur farmað. Hann getur farmað aftur í leikinn. En klárlega svona, þú veist, maður verður að passa svona mistök á leininni, sérstaklega, þú veist, í þessum early levels. Já. Og ef þeir hefði ekki fengið þessi 2 kills í byrjun, þá hefði leini verið aðeins jafnar. Já. Núna er 3. killið. Þeir eru svolítið að labba inn í það bara. Já, þetta er náttúrulega positioning líka vesen út af því að þú veist, þú þarft að vera svo precise með hvar þú labbar og hvernig þú spilar þetta lane. Já. Annars verðið þið bara að refsa eins og við gert núna með tag team og, þú veist. Já. En og aftur, mínir svona að gefa frá sér þessi kills. Verða að passa þetta. Mati. Hann er svona matamóðurinn en, nei. Þeir eru undir táin. En það er heimskið líka smá stress. Ok, það komið bara. Dave, Jói! Dave. Gott rotation, eða ná hann. Rotation, en... Blókarinn er 1. Ó, Hann er með blóm samt. Ná hann ekki. Segja. Ætla að segja líka að hann var hérna að fara að vera kúaður undir tower og bara... En sko núna að segja út að hann fór. Guð. Býttu, það getur ekki... Með húk. Einhverjum frá. Nei. Er þetta nóg? Þannig að lokkan sko... Læsir bróður sínum. Nei! Sorry! Hann drefur hann. Meina, ó. Gott drefur hann. Ok. You should have bandaged up that belly next time. Já, þetta er... Þeir verður eiginlega að babysitta hennar Pets. Já, hann alltaf verður að gera eitthvað sko. Eða kannski bara skipt lane.
Já, Það er kannski svolítið seint núna. svolítið seint einmitt að gera það. En þá er lifestealið miklu vandamál líka, sko. is under attack. Þá í hvers getur taktín off cooldown, það geta bara hlaupið á hann og harrasta hann út, sko. Og ef hann reytir ekki nóg hratt, þá tekur hann mjög mikið damage. En samt tekur hann mikið damage fyrir að taktín í fyrstu. Æjæjæj, hann er með hennan skjöld sem er 50% damage reduction sem gleymd. Það er ruggla. Erum við með spella? Hrannar í tó. Æjæj, vel spila. Hrannar minn! Immortal player. Radiant's top tower Crazy is Leper under Khan drefur líka Doomstave. Já. Þetta er náttúrulega bara pínu að, já, bara verða eins og Radiant's síðasti top leikur. tower is under attack. Svolítið Þetta er ekki endur gott. Kannski er þetta innstæði hjá Hrannari. Það bara veit nákvæmlega hvað það er að gera. Já. Ég held hann bara líka. Hann alltaf er að, já, hann alltaf er að, hann er að spila rétt á móti náttúrulega þessu Magnus og svo er hann bara líka aktífur sjálfur, Hrannar að tala og fá hjálp og fá rotations og svo framvegis. Já. Mjög mikilvægt að þið fá þetta rún hjá Dire's middle Heimskun. tower is under attack. Sjáðu lestin hjá Budge. Með 12. Já, hann leiði honum að fara minn. Núna er Magnus, núna er Magnus uppi. Þannig að Budge fæði smá frið, en hann er samt ekki, þú veist, hann er ekki droslega safe á móti Hrannari, sko. Hrannar geti dreipið hann, held ég. Þessu 3 líka. Hvað Æjæjæjæjæj. Hvað getur Budge gert? Bara nota húkinn á kuldanni á creep. Jungle creeps. Já, Jungle. já. Það er eina sem er dettur í hug, sko. Ég hefði persónulega farið í, Radiant nei. Já, hann er svolítið takk í, Týpir í byttu. nei, Þú þannig að labba í veist. hann á Nei, labba í lein. engan leik þennan Budge, sko. Radiant structures are fortified. Engan leik. Þessi list þarf bara að fara í carry. Sko, ég hefði farið, ef ég væri þristur Budge, ég hefði allan daginn Radiant's beilað á að middle fara tower í is þetta, under attack. allan meðan við hvernig leikurinn fara. Ég hefði beilað að fara á, í þetta, hvað heitir þetta, Bracer. Ég hefði rushað Solring, Sólring. já, Já. og bara húka creeps endalist. Já. Hallmundur, hann er það. Muna Lilju. Já, einmitt. Bara nota húkinn til að farma. Nota húkinn til að farma, þú veist, eða jafnvel ná einhverju pick-ups, en þú veist, já, þetta er erfitt. Við erum alltaf að spila mútið alveg high skill gæjum, skilur við. Já, algjörlega. Eru ekki allir í Immortal? Það er Snorri. Jú, Snorri er líka náttúrulega. Það er allir. Er það? Já, allavega. 5 Immortals! Eins og Bjarki ekki að segja. Þegar hann sagði 3 Immortals! Það er það 5 Immortals! Er ekki svinn? Sjátt á þetta Jellyfish. Herðu, nei, þetta er alltaf stóra deildin. Nú megum við allt. Já, reyndar. Herðu, hann á ult. Þannig að beita þetta. Vel gert hjá Beggu. Hann ákveður bara að beila. Já, það er engin típis. Why not? Ekkert follow-up. Þarfst ekki að nota Rina. Þetta er ekki Radiant's garantið tower kill, is under sko. attack. Ok, Pudge. Ætti hann típi aftur? Nei. Það er kúlil 5 allavega. En það er svolítið ekki nóg. Nei. Mér langar að sjá networth núna. Já. Hver? Þetta er næstu bara nákvæmlega eins og í síðasta leik. Já. Top 3, Radiant's top tower is under nema attack. í þetta sem er Hrannar ekki hæstur. Það náðu Hann er ekki eitthvað að deyja en ég veit verða hann verða. Hann er Marina af. Finnst það TP en ekki meira en það. Engin stakkar. Engin stakkar. Engin stakkar. Eitt TP. Það er eitthvað. Radiant's top tower is Það er ekki búinn að vera smoke place. Radiant's top Nei. tower Í þessum leikjum. is falling. Bara 0. Nei, það er kannski rétt þegar. En nema, eru þeir eitthvað búin að smóka á Arena? Nei. Jú, eitthvað smá í síðasta leik en það voru bara supportanir eitthvað að fara að varta og svona. Ok. Búin með reytið. Töskin er hún að Tower is under
gott silence. Nei, Arena er hann. Þetta er bara. Já, hann er Læranir. tildulega döður. Já. Ok, úti, Mattias Sói, kannski aðeins að heyra yfir sig. Hérna bara bergunum. Með reyti. Litsin er döður. Klæðaugt eru komin en... Embrinn. Nei, Voitur. Vel gert. Verður þetta tímaður. Þeir eru allir á lífi. Óberfur. Hann er með úti. Það er bara stoppar og... Já, Þetta var tímaður. Radiant's bottom tower. ég ætla að segja eitt. Svo það. Ég vil bara að... Ég ætla að segja þetta rólega þannig að þetta heyrist pottið á streaminu. Ég held að allt of heimskir ættu að ekki að pikka punch á móti alltaf að Arena næst ef þeir spila mótum. Ég held að þeir ættu að halda sig frá þessari hetju til að byrja með og svo þróa hana meira í scrims. Já. Út af því að Æfastu meira þá. ha, Æfastu meira og fá já. einhverja hugmynd stefnu þá. Já, þú veist, þú getur ekki bara að pikka punch á móti, þú veist, fólki sem er high skill. Þú veist, þú þarft að hafa virkilega gott insight inn í þessa hetju og hvernig þú virkar og framvegis. Og þannig að enda tjóna yfir þetta. Þannig að það með liðið nættu þannig að Já. Listum við ekki að Bex, Arena, þú segir líka örgulega döður. Það er úti á Magnus en Allir döður. það er allt döður. Gott hjá Begga maður, gott spinn, hvað er þetta? Spinn tilbaka, spýr tilbaka. Já, ég held að heimskir þetta í alvöru tala, það bara ekki að pikka hana punch, bara halda sig frá þessu punchi. Radiant's middle tower is ok. under attack. Það bara er ekki að gera rétt hluti með þetta hit. Og Nei. hún er svo reps, Já. báðum leikum. Já. Nátt ekki leik, báðum leik. Radiant's middle tower has fallen. Var svolítið miss í þessari seríu allavega. Já. Frekar fókusa á aðrar hitjur sem að eru, þú veist, með meira win condition frekar en punch. Það er ástæða fyrir það er ekki margir að pikka þessa hitju í competitive. Ok. Ég held líka að ef þú ætlar að spila hana core þá held ég sé betra að hafa hana á safe-lininu. Radiant's Ef top eitthvað. tower Já. is under attack. Já. Dire's Ég er ekki alveg að fíla hún offline, sko. under attack. Nei. Ó, þess. Hann er svo leiðilegur. Lokkar hann inni. Hann er svo leiðilegur. Hann er bara öður honum. Hann er bara einn þarna. Það er líka annað. Já. Stingvi er alveg nálægt en hann er bara einn að gera sér place. Alltaf á réttum stað líka. Já. Það er alveg ótrúlega. Radiant's Þetta er middle pain tower sko. is under Ég spila attack. oft á móti þessu og þetta er... Það er ekki gaman að spila á móti þessu sko. Já, þetta er núna að byrja að loka það inni. Taka við mappið. Já. Flott Arena. En er eitthvað follow-up? Já, já. Það er ekki. Þeir eru allir hann. Ok, Grimstor glitt. Radiant's bottom tower. Ok, ulti. Ok. Það er búið. Allt og sem. Já. Held ég vill starta líka. Vá, Grimstor. Það eru bara outplay á alla finnst mér. Þetta er ótrúlegt. Radiant's bottom tower. Ram. Vá. Félag Arena. 14k yfir á 14 mínútum. Þetta rífalið er á alvöru. Sko, Ríf er að rífa þá í tækni. Hvað það þriðja tímabilið líka. Já, Þetta er svolítið stúr. Radiant's bottom mjög impressive hjá þeim. Já, algjörlega. Fáranlega. Ég er pínu vondsvikinn af heimskútan, Radiant's sko. bottom tower. Að því leita að ég veit að þeir eru miklu betri en þetta. Þeir eru miklu betri en þeir eru núna að spila mótið, Já. skilur við. Þeir geta svo miklu meira. Algjörlega, já. Þessi leikir eigi ekki að vera svo mikið slóng. Já, ég er sammálað, sko. Við vorum með háa væntingar. Já.
Ég veit bara að geta meira, geta betur. 100%. Það er svo ógeðslega leiðilegt að sjá út af því að þeir eru að spila líka mjög illa. Skilur, þeir eru að spila mjög illa saman. Þeir eru ekki að connecta saman, þeir eru einhvern veginn ekki að spila sér nú vel. Ég held að það gæti kannski líka verið stress, skilur, þú veist, fyrsti alvöruleikurinn. Það gæti verið, sko. Kannski er þetta upphitun bara, wow, þetta er alvöru, skilju. Já, þeir hafa nógan tíma til að læra. Þess vegna vil ég meina að ég myndi halda mig aðeins frá þessu pöls til að byrja með þessu. Jú, fínt að experimenta aðeins, en vera með einhverja hugmynd þá. Já, vera með hugmynd með, einhverja stefnu. Pöls, nákvæmlega. Ekki bara blind pickan út af því að þeir hérna í plattum á. Hún er alltaf benni í peps, skilju. Þeir ekki alveg sama. 16k, 17k yfir, 16 mínútum. Ég held að, ef þeir halda áfram, þú veist, þeir eru líka pikkar og svona mikið pressu heavy lineups, þú veist. Rífa. Já. Nature's Prophet, hann getur komið hvar sem er, hann farmar mjög mikið, tryggja góð lanes, þeir eru með tanki, þeir eru með support, stærri tanki spotta. Ég fæ svona svipað vibe frá Rífa og Rím líka. Já, ok. Þegar þeir voru að spila. Já. Þeir voru svona mikið pressu, high, svona tempo hittir og alls konar svona secure lanes. Já. Þannig að nákvæmlega. Og líka bara þeir spila mjög vel saman. Já. Þeir bara sé þessu leik og mér fáist en degja hjá þeim og gott communication, svona hraðir að mæta og svoleiðis. Já. Þetta er alveg sterklið, það er alveg klálega. Já. Þannig að hinn liðin þurfa að passa sig. Take notes. Take notes, nefnilega, sko. Enn og aftur, 2 reposition spells á strákunum í heimskum sem gerir high ground erfitt. Já. Og þeir eru að fá einhver items núna. Ég held að Blink á Magnus er að koma. Einhver að farma svo mikið. Gæinn er svo góður að farma, sko. Magnus er komin um Blink. Já, hann er líka búinn að fá svo mikið space. Hann er bara búinn að vera farm í 18 mínútur, sko. Nákvæmlega. Svo er hann búinn af og til bara að nota út til að hjálpa með kills og að færa hann assist og jafnvel bara getur TP-að í eitthvað svona, veist, ef hann vill. Veist líka að Nature's Prophet passa svolítið í line-upi hjá Rífa. Já, þeir eru að spila mjög mikið og vel í kringum hann og eru með hugmyndir með hann, sko. Þannig að kemur hann. Það getur verið repositionað. Hann nærar. Sorry, ég tekið þetta. Já, ég lendi í þessu á þessu, sko. Það er bara depression, sko. Þetta er í alveg svo leiðilegt. Þetta er með þess að í einu highlightinu sem við horfum á þegar ég næjar P4 og svo kemur snjóbolti. Bjargar öllum. Hann er svo góður á þessu test að það er ekki fyndið. Þetta var svo góður RP líka. Þetta er það sem þið þurftu. Já, líka býðir eftir þessu. Það er komin að þannig til að RP kemur svo bara hoppar hann inn. Sá þetta koma. Mann fyrir snjóboltan. Alveg player. Herru, ég held að það sé Rose og Hægrón. Þessu segja spara. Held ég hann er með doppul. Já, hann er með Rose. My bad. Ég er svo lélegur í þessum leik, sko. Við erum að kjafta mikið. Já. Frikkar er til sammála, sko. Ég er bara heppinn. Minna maðs. Liði karriðanni. Já. Ok, já. Þannig að já, Eiki spot. Áfram gakk. BKB á Nature's Prophet. Þannig við þessu núna. Hann er pælið með 15 kána. Ok, nice. En enn og aftur, þetta er ekki ætýr, en þetta er eitthvað, ekki? Hann er með blink on cooldown, ef við ná hookinu, þetta gæti eitthvað. Það fengur alveg að staka punch. Já. Það er Bruce. Bruce 1. Það er rétt. Og ég vil ég kannski byrja að fara að pússa núna, er þetta með Eikis?
Hann er bara að fara hægrand. Sanna þess að pota. Þeir vilja kannski býða eftir Mati. En það er kannski 2 mínútur eftir að þessu Aegis, þannig að það er ekki það langur tími, sko. Arpi! Finnast hann að Tröskinn, hann er ekki að komast, en færri farloppið. Fleiri. Fólkið var bara ekki já, þetta ekki sama landi, sko. Yngvi. Hann BKB, hann er ekki með BKB eftir Aegis. Ok. Smá mistök af Yngva, ég veit ekki alveg hvað hann er að hugsa. Skjúir. Adam. Ok, þess. Hann er svona bara út, hann blíkar út, sko. Nei, hann blíkar út, alveg gert. Já, með róttu uppi. Ok, ná töskinum, Yngvi lifir, hann er ekki með Aegis. Þeir út sem betur fer. Ok. Þeir ná bara einum, en við minn góður að vantar sér þetta í sko. Þetta er einmitt, þetta er svona dæmi gert þú veist, svona plays, þá sérðu bara svona, það vantar communication. Já. Annar PR fer með tilbaka, það er ekki. Það er hjálpun. Einmitt. Þetta gat verið kill ef hann hefði kannski últað eða eitthvað, þú veist. Það segja fyrirfram að hann alltaf rúllan. Eitthvað sluðis, já. Já. Einmitt, það var ekkert follow-up. Þetta var mjög gott RP. Nei, nákvæmlega. Já, Ég held hann er- líka sko, ef þú vilt fá eitthvað svona pro Grimstroke innsæðina frá músinni. Já. Hérna, ef þú ert að spörsta einhverja eina hetju og þú nærið RP-i, það er verst að últa bara á gæjan og þegar um leið á tösk blinkar inn þá er hann lýsaður. Þá getur hann ekki snowballa. Já. Þannig að þú tryggir þannig þetta eina kill sem þú nærð út af því að þú setur últi á hann og leið á einhver blinkar inn saman hvað það er tösk mars, helst tösk náttúrulega, þá Já. er hann strax lýsaður sko. Þannig að þetta svona tryggir það að tösk getur ekki bjargað þessari hetju. Þetta var Þú ert að tala ulti frá Grimstroke, ekki? Já. Jú. Grimstroke últa bara ón á hann þótt hann sé skilur Já. dismemberaður eða stöðnaður eitthvað sko. Bara svona, smá svona gaman. Já! Það er húk. Ákveð. Matífi sóið. Hann var Rína lokaði inni. Rína. Töskinn bjargar. Lemur Það er allir á mismunandi target þannig. Stegli minn, þú máttur koma inn og segja hérna, er því að leiðilega líka búinn. Þeir voru allir á mismunandi target. Það var alltaf heimskum. Radiant's middle barracks Það var engin fókus að þér. Nei. Sko, hérna, Radiant's middle barracks is falling. Radiant's þessi menn eru náttúrulega búin að spila mikið saman. Heimskir, þú veist, þeir eru búin að spila, þeir þekkjast ekki að vel. Radiant's bottom Þetta er klárlega mjög vont bottom barracks are Radiant's að opna svona mótið. Getur verið pínu svona mórallinn, þú veist, fer kannski í eitthvað hakk. Já. Það er mjög mikilvægt fyrir þá að þeir, þú veist, horfi á þetta. Oh my god, margir á fullum tímsönum, ok, vel gert. Þeir ná hrannari, ná líka Mati, held ég, nei, Mati er meira að segla. Þetta er pínu jæk hjá Arena. Hann hefði náðum. Það var ekki nóg langt. Já, eins og ég sagði, þú veist, þeir megi ekki hengja haus eftir svona leik, þú veist. Arena er talið, þú veist, með betri liðum í þessum mótum, myndi ég segja, þú veist, þetta er topp 3 lið í mótinum, myndi ég segja, Arena. Þú veist, það er leiðilegt að mæta í þessa seríu og vera að stompa þér svona gróft tvisvar, skilur þið, þannig að þú veist, þeir megi ekki hengja haus. Radiant's top Þeir tower verða is bara að under skoða attack. þessa leiki bara út frá svona constructive criticism og vera bara ok, hvað vorum að gera, hvað kann það betur. Þeir eiga líka alveg 3 seríu eftir Já, spilast. það er nóg eftir, Já. það er náttúrulega bara lærdómur. Þannig að þú veist, bara skoða þessa leiki með pínu opnu huga og taka bara á sig, þú veist, responsibility fyrir, Já, Það er smá heima að vinna í rauninni. já, Og jafnvel horfa á aðra leiki. Taka nót. Það er mjög sniðugt, sko, það hjálpa mjög mikið. nákvæmlega. Þannig að eins leiðilegt stomp og þetta er, bara banna að hengja haus og halda áfram, sko. Já. En þetta er mjög leiðilegt að lenda í svona, í fyrsta leiknum. Já. Þeir náðu ekki eins og 10 kills í síðasta leik heldur. Hvað það er? 28k á 25 mínútum. Það er ógæslega mikið.
ekkert tipp fyrir að stakka fyrir því illa að segja. Já, hann stakkaði kant fyrir hann og svo fann hann. Já, Já, gott að þessi smá banter en þá í Under þeim. attack. já. Ég held að flesti vita líka að þetta er bara til gamans. Við Þeir vita það, svona illa en menn taka, sko, þú veist, það er náttúrulega leiðilegt að tapa. Já. Og ég held að sama hversu, þú veist, jújú, þetta er bara gaman og hvað mentality, það er umlegt að tapa og það hefur alltaf áhrif einhvers staðar á mann, þú veist. Já, Radiant's Þannig að, jú, það er svo sem ég er líka. Algjörlega. þú veist, sama eins og með rangleiki, þú veist, það er ekki gaman að tapa. Og þegar maður er á einhverju tóstingi á win, það er bara lossi, sem mann líður umulega og maður er fucking pyrraður og pyrraður. Það er á mig. Mandarina, ekkert Arki. Ok, fyrst átti í leiknum, fyrsta komboið. Þetta er damage. En þetta er ekki nóg, ekki bara. Það er alveg Magnús í einu fætt. Já, Magnús náði ekki í ánægðinu. Já, kickback í svona, já, svona, gott húk. Já, stoppar þetta. Hann lifir. Við erum að fara að snemma heim eftir þessa langa pásu. Snemma að sofa eftir langa pásu, smáir. Töskið, nei! Það er næst. Gott kill, Guardian kýpir út, sem er bara flott. Þeir vilja bara klára leikinn á Já, Ingu er bara að lemjast. Já, Popular P, engin tösk að bjarga, en hvað er damageið? Ok, Yngvi stendur þarna. Ok, Team Wipe, Þrítur. ekki. Team Wipe. Og Hrannar. Mattíu solo. Fjóritur. Tanki, stælinstaður. Sannar, hann er tæpur. Hann deg. Team Wipe. Við verðum að sjá recapið af þessu. Hversu mikið XP, hversu mikið... Já, ef það er hægt, ég held að við getum það ekki út af því að við erum ekki að spectate live, Gerir þig. en það var alltaf að einhver breytingina, þetta er alveg galið. Hann er það. 14.000 XP, næstu 9.000 gull. Mjög góður. En pældi, það er samt ekki nóg, sko. Þetta er erfið í nóg. Allir turnarnir lifandi hjá FIFA og með Megas. Þetta er það. Já, Já. líka. Það er svolítið pain, sko. Ég veit. Þetta gæti verið 60 mínútur leikur, við vitum það ekki. Kannski náðu þér að Halda, já, Halda. þeir náttúrulega með RP. Bansi. Vel gert, en Mattíu fyrir þær næri ekki að klippa með kúinu. Geta lífað ekki bara farið og enda leikinn núna? Þeir geta það svo sannlega. Ég held það. En ég trúi, ég held að þetta verður comeback. Ég vona það, ég veit það. Ég held með heimskum núna. Að fá leik 3, það er jók. Já, Besta. það væri næst. En ég held með heimskum út af því að hinn eru að vinna svo mikið. Þeir eru underdogs. Þeir eru underdogs og ég vil sjá það kannski taka eitt leik, það væri næst. Já, það er lítið hægt að gera að einhverju plays núna. Þeir eru komið Megas. Já, þeir eru bara boxaðir inni, sko. Það er í rauninni bara defense of the agent at the moment. Já. Ég held að, Svolítið bara svona farming sem er litur. já, Arena Gaming er bara að fara að grúpa upp núna. Kannski er að klára eitthvað svona síðustu items sem við þurfa til þess að tryggja þennan sigur. Þannig að ég held að séu kannski pínu passífir, en þetta er lengri leikur en áðan og meira resistance í þetta sinn. Já, beta draft frá þeim. Alltaf hinskum núna. Já. Það bara vantaði aðeins upp að execution. Já. Ok, Arena.
Knopparinn er rauður, þannig að komboið er farið. Kikka. Það er að skura. Það er skjúmur aðeins. Þarna. Já. Þeir eiga 2 bæbak held ég hér. Þeir getur leikið gætt neitt. Já, þeir lægist það líka leik. Oh my god! Það er 5 RP! Já, 5 mann RP! Býtu, ha? Takk! Yngvi, hann er ógist að tanka. Hvað er í gang? Já, ok, megas. Já, þetta er... Við fáum hana rosalegt RP í endan. Vá. Vá. Ok, þetta var svona highlight Þetta fyrir rílið, sko. Highlight leiksins allavega hingað til með Magnus. Alveg Hann náði 5 manna RP. Já, alveg blá lókin. Við þurftum að eða fyrr, sko. Já. 5 manna RP. Það er sjaldan sem það gerst. 5 manns. Pældi ég að við síðan myndi komboa, þú veist, Grimstrók. Já, og lýtsoltið. Jæja. Maybe next time. Við fengum allan á 5 mann RP. Þannig að, Já. einmitt, eins og segir, ég held að það hefur ekki gerst í Nei. deildinni, í Nei. einni deild, sko. Nei, nefnilega ekki. Þannig að Adam, hann endar á einhverjum konar hægi, Hallmundur. En Já, en því miður, þá, 2-0, við erum bara að Já, snemma heim. Við erum bara að snemma heim. Fólki fær ekki lengri seríu. Því miður, svona er það, þú veist, eins og segi í byrjun, svona undir lokleiks. Heimskir verða aðeins að resetta, verða aðeins að svona njörfa það sem þið vilja gera. Finna aftur einhverja pælingar sem þið voru með. Og já, ekki hengi haus, þetta er bara fyrsta serían, leiðilegt að byrja svona en stundum er það, já. svona eru leikir. 3 seríur eftir, þannig að það er nóg eftir til að spila og já, það er bara Já, ekki mikið sem áfram hægt að gakk, segja, sko. Nei, í rauninni ekki. MVP, I don't know, hver er, sko, Þessi task plays held ég voru já, voru Tusk málega. MVP, 100%, bara go. Gæinn Snóp, hann er svo góður Snorri, maður, þetta er ólöglegt. Já. Það þarf að banna sig heiti á mótum, hann er bara ekki hægt, sko. Nei, mitt. Ekki hægt að hleypa honum í gegn. Nei. Einhver lókaorð, svona áður en við. Frá mér? Já. Nei, áfram Heimskir, bara skoða þessi leiki, læra og rústa þeim næst. Einmitt. Ekkert meira frá mér heldur, þannig að ég held að ég þakki bara fyrir áhorfin. Takk fyrir productioni, það var hana einn í dag á meðan spilta mótstjórnin var að spila. Fárlegt. Þannig að, já, bara takk fyrir mig, takk fyrir að vera með mér, Moisa. Takk sem leis. Og ég sé ykkur bara næsta sunnudag held ég. Eða ekki ég, heldur Einhver annar, við. ykkur annar. Já. Bye. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tiltroof Challenge. We're here to see if 4 game hours can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. And he's off. Well, looking composed.
the tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt challenge? The acceleration really kicking in. I think I already lost. Touch the grass. Uy, Dios mío de mi vida. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.